Bandaríska sjónvarpsstöðin NBC hefur samið við Plain Vanilla, stofnendur og eigendur spurningaleiksins Quiz Up, framleiðslu sjónvarpsþátta sem byggjast á leiknum og verða sýndir á besta tíma á nýju ári. Við ræðum við Þorstein Friðriksson, forstjóra Plain Vanilla, síðar í þættinum. Bandaríska sjónvarpsstöðin NBC að hefja framleiðslu sjónvarpsþátta sem byggjast á íslenska spurningaleiknum Quiz Up sem var settur á markað síðla árs 2013. Þetta eru vatnaskil í rekstri fyrirtækisins því smáforritið hefur verið ókeypis og tekjurnar því ekki í hlutfalli við vinsældir. NBC stefnir á að selja þættina til fleiri landa en þeir byggjast á því að áhorfendur heima í stofu taki þátt og keppi við þá sem eru í myndveri verðlaunafé. Þorsteinn Friðriksson, forstjóri Plain Vanilla, að vonum ánægður með að vera búin að landa þessum samningi. Velkomin, Þorsteinn. Takk fyrir. NBC sjónvarpsstöðin tilkynnt í dag að hún ætlaði að gera Quiz Up sjónvarpsþætti. Hvað þýðir það og hvenær eiga þeir að fara í loftið? Já, það þýðir, þetta náttúrulega mjög skemmtilega fréttir og eitthvað sem við erum búin að vera að vinna að mjög lengi og því raun og veru það að NBC, networkið eða sjónvarpsstöðin hefur ákveðið að framleiða svona leikjaþætti eða spurningaþætti í bandarísku sjónvarpi sem heita Quiz Up og reyndar heitir þátturinn Quiz Up America, sá sem er sýndur í Bandaríkjunum. Og þeir gera ráð fyrir að fara í loftið, framleiðslan að byrja núna og við hugsum við verðum í loftinu svona í mars á næsta ári eða það getur dregist til sumarsins. Quiz Up fór mjög bratt af stað og ég man eftir því, hvort sem var í þessum sófa eða einhverju öðru setti þar sem að þú varst að fara yfir það. Þetta var smáforritið sem drómdi á toppinum yfir niðurhalið, mjög víða heim. En því fylgdu hins vegar ekki tekjur. Er þarna komin lausn á því? Já, Quiz Up, við höfum tekjur af ýmsum hlutum. Við fyrir stuttu kynntum við nýtt svona prógram hjá okkur, þar sem við erum að vinna með stórfyrirtækjum að nota Quiz Up til þess að hjálpa þeim að þjálfa starfsmennina sína, að spyrja þau út og leyfa þeim að spyrja hvort annan. En það er alveg rétt. Við sem vara þá hefur Quiz Up alltaf verið ókeypis og við höfum mjög mikið fengið þessa spurningu, hvaðan koma tekjurnar? Sem betur fer að þá höfum við bara verið heppin að hafa haft mjög góða fjárfesta bak við okkur sem hafa bara hjálpað okkur og gert okkur kleift að byggja upp þetta brand og þennan leik. En svo koma svona hlutir eins og þessi samningur við NBC sem svona þetta allt svo stórt í kringum þetta einhvern veginn. Þetta verður algjört ævintýri og vissulega fylgja því talsvert miklar tekjur eða tekjumöguleikar ef þetta verður vinsælt. Hvað semjið marga þætti til að byrja með? Sko, fyrsta pöntunum sem sett inn og það mjög svona eðlilegt í þessum bransa að þeir panta 10 þætti. Og það þýðir það að þeir skuldbinda sig til þess að búa til 10 þætti sem þeir sýna í Bandaríkjunum. Hins vegar að þá, náttúrulega ef vel gengur, eins og allir þekkja, að þá það eitthvað sem þeir panta vantilega meira af. En þar að auki að þá erum við líka að fara með þeim og rauninni svona stóra sýningin af Quiz Up þáttaröðinni verða á ráðstefnu í Cannes núna í næstu viku. Og þar rauninni reyna þeir líka að sýna öðrum sjónvarpsstöðum í öðrum löndum þetta format, þetta Quiz Up, hvernig leikurinn raun og veru er. Og vonandi að þá munum við sjá að það verði ekki bara Quiz Up America sem sýnt í Bandaríkjunum, heldur verði þá líka Quiz Up Australia og Quiz Up UK og þetta er aldrei þekkt módel eins og maður hefur séð ýmsa þætti eins og X-Factor. Það er með X-Factor í hverju landi fyrir sig. Máttu kannski ekki segja X-Factor í RÚV. Jú, algjörlega. En hvernig kom þetta til? Það er hverjum datt þetta í hug? Nú þykir sjónvarp kannski svona frekar gamaldags í þínum bransa? Já, sko, ég hugsaði þessi hugmynd hafa einhvern veginn alltaf verið til og margan hátt fékk ég hugmyndina og hugmyndin Quiz Up varð aldrei til að því að mér fannst svo gaman að horfa Gettu betur á sínum tíma. Þannig að sko hugmyndin að sé spurningarleikur í sjónvarpi er ekki beint nýja nálinni. Hins vegar man ég alveg eftir því að mjög skömmu eftir að við gáum út Quiz Up að þá var ég að horfa á RÚV og var að horfa á þáttiðinn Nú býðið bara, hann heitir Útsvar. Útsvar, já, frábær þáttur. Og þá vorum við einhver að tala saman og bara af hverju? Þú veist, við erum með þennan spurningarleika sem að fólk að spila mútið ykkur döru og allir sem horfa á spurningarleiki, þeir horfa og setja á sjónvarpið og hugsa, ég vildi ég væri þarna. Þú veist, ég veit vissi spurninguna og allir halda ef þeir kæmist nú bara í sjónvarpssalinn að þá væri þetta frábært. Þannig hugsaði, þú veist, þátturinn sem gerir fólki kleift
að sitja í sófanum og taka þátt í sjónvarpsþættinum sem er í gangi og jafnvel vinna peninga. Og það er hugmyndin með þessum þætti, að fólk situr heima og tekur þátt. Og svo í rauninni bara eftir það þá reyndar höfðu fullt af aðilum sambandi við okkur sem vildu gera þátt, alls konar svona framleiðendur í Bandaríkjunum. En við einhvern veginn biðum aðeins með þetta og svo var það bara fyrir hvað árið síðan næstu því að NBC sem er stærsta sjónvarpsstöðin í Bandaríkjunum hefur samband við okkur að fyrrabræði og boðar okkur á fund í New York og ég man vel eftir þessu og þar sögðu þeir bara, heyrðu, þú veist, spurningaþættir í sjónvarpi, þeir eru alltaf vinsælir. Það er fullt af þeim sem hafa gengið alveg ótrúlega lengi í Bandaríkjunum eins og Jeopardy og aðrir, en það er, unga fólkið er ekki að kaupa þetta lengur. Þú veist, áhorfendurnir af þessum sjónvarpsþáttum eru orðnir eldri. Við þurfum eitthvað nýtt, við þurfum eitthvað ferskt. Við viljum gera, þú veist, nýja sjónvarpsþáttin í Bandaríkjunum. Og bara þetta er allt mjög súrrealískt að hugsa um þetta, en þá byrjuðu samningaviðræður og það var búin til pilot og við vorum að hoppa á milli Los Angeles og Reykjavíkur fullt og svo bara kom þessi böndun frá þeim. Vonum að það gangi vel, kærar þakkir fyrir komuna til. Takk kærlega fyrir.